Vetrarstofn hreindýra á Austurlandi er 6.000 dýr og gefin verða út hátt í 1.500 leyfi til hreindýraveiða. Umtalsverð ásókn er í veiðileyfin. Jóhann Guttormur Gunnarsson, starfsmaður Umhverfisstofnunar á Egilsstöðum, heldur utan veiðileyfin. Hann segir að kvótinn sé nú í hámarki, enda stofninn í vissu hámarki miðað við undanfarin ár. Vel sé fylgst með stofninum. Hann segir að ekki geti allir fengið veiðileyfi, fleiri umsóknir berist en hægt sé að verða við. Já, það er sko eins og við tökum bara í síðastlið ár sko, þá voru umsóknir tvöfaldar í heildina en dálítið mikill munur á umsóknum í kýrnar og tarfana því að það er kannski allt upp í 5-faldar umsóknir í tarfaleyfi á ákveðnum svæðum en svona kannski 2-fald á flestum svæðum í kýrnar og jafnvel innan við það. Þannig að líkurnar þess að fá leyfi á kú eru mun meiri heldur en á tarf. Hver er helsta skýringin á því? Já, ég hugsa að sé nú svona ýmislegt í því náttúrulega. Kannski þeir sem hafa veitt nokkrar kýr að þeir kannski fara þá því að sækja tarf og pröfa það. Nú svo náttúrulega sumir segja að þeir sé hagstæðara að sækja tarfin ef menn ná þungu dýri þá fá menn meira kjöt og oft er nú kannski fleiri en einn sem er að skipta þess á milli sín og fá þá svona meira í sinn hlut. Jóhann Guttormur segir að karla séu meiri hluta en konum fjölgi sem sækja veiðileyfi. Já, það er aukast. Það er svona verið jafn stígandi í því síðustu ári. En hvað með útlendinga? Já, það eru svona alltaf einhverjir útlendingar sem koma til veiða. Þeir náttúrulega eru í sama kerfinu og við Íslendingarnir að þurfa að sækja og fara í pottinn og útlendingum hugnast það kannski ekkit rosalega vel sko því að þeir eru kannski að veiða út allan heim og þeim finnst þeir fá seint upplýsingar það hvort þeir fá leyfi eða ekki og svona þannig að þetta er svona en svona í hlutfallinu þá er þetta kannski svipað sem fær af útlendingum. Það eru svona kannski 20-30 útlendingar á hverju ári sem er að koma hreindýraveiðar. En til þess að sækja og fá veiðileyfi, hvaða skilyrði þarf að uppfylla? Já, þú þarft náttúrulega sko til þess að sækja þá þarft að hafa leyfi á svokölluðu B-réttindi í skotvopnaskírteininu þínu sem eru leyfi til þess að nota stóra riffla og minnsta kaliberið sem mega nota á hreindýraveiðar er 243 og svo þurfum við náttúrulega að hafa veiðikort, íslenskt veiðikort í gildi og svo fyrir nokkrum árum var það tekið upp að til þess að fara að veiða þurfum mann að standast skotpróf og það eru sem sagt skotfélögin víðsvegar landi sem sjá þann pakka fyrir okkur að taka með inn í þessi próf og það hefur gefið góða raun og ég held að flestir séu sammála það að skotmennskan hafi batnað við þetta. Hreindýraveiðarnar skapa ýmsa atvinnustarfsemi fyrir heimamenn. Þetta er töluvert tekjur hér inn á svæðið. Það þurfa allir að hafa með sér leiðsögumann og margir þeirra búsettir hér. Nú, margir kjósa það líka að láta ganga frá bráðinni fyrir sig hér, láta flá hana hér í ákveðnu verkunarstöðum og það sem menn geta líka fengið þetta úrbeina að pakkað og fengið bara þetta sent heim í vakúmpakningum og nú svo náttúrulega þurfa þessi veiðimenn að gista og borða og kannski taka þér einhverja aðra í fjölskyldinu með sem þurfa þá aðþrengu á meðan og með veiðiferðin stendur yfir og þá þetta er heilmikil pakki. Þannig að þetta er hreinlega bara atvinnuvegur. Já, ég held að við getum alveg fullyrt það að þetta er ákveðið á þessum tíma þá svona er ýmislegt sem menn taka sér fyrir hendur. Veiðimenn, sumir hverjir, selja kjötið til þess að fá upp í kostnaðinn. Líklega teljast hreindýraveiðar nokkuð dýrar þegar allt er talið, en hvernig smakkast íslenskt hreindýrakjöt? Ef ekki að segja að það bara hér á Íslandi þá þykir okkur það örugglega best sko. Það er eins og með lambakjötið, okkur þykir það best hér og vont annars staðar. En ég hef svo sem ekki smakkað hreindýrakjöt víða þannig að ég hef kannski ekki samanburðinn. En íslenska hreindýrakjötið það þykir gott þegar okkur Íslandingum mitt okkur þykir það. Já og ég veit það að bara erlendum gestum þykir það gott líka. Hvað segir Jóhann Guttormur, er hann sjálfur að sækjum?
Já, ég hef sótt leyfi alveg nokkuð oft og ég er náttúrulega bara í þessu sama kerfi að ég þarf að dragast út til þess að komast á veiðar. Og ég var veiti hérna í fyrra og hérna, mér finnst gaman að stunda hreindýraveiðar, en ég hef aldrei skotið tarf. Sóttur tarf núna? Nei, ég er nú ekki alveg búinn að ákveða mig, en hérna, það er nú eiginlega að ná að veiða tarf sko áður en ég hætti þessu vegna þess að synir mínir tveir eru báðir búin að veiða tarf og það finnst mér náttúrulega ekki gott. Pabbinn verður að standa jafnfætis í því? Já, svona helst. Það væri skemmtilegra. Er þetta skemmtilega veiðar? Já, ég myndi segja það sko. Það er skemmtilegast ef maður kemst á fjöll í góðu veðri og náttúrulega félagsskapurinn skemmir ekki þegar maður er kannski á fjöllum og maður er kannski að hitta aðra og ef maður þarf ekki að vera með neitt stress í þessu, ef maður kannski kemst einn í hóp með sín leiðsögumanni og í róleitum, í góðu veðri og dýrið fellur í fyrsta skoti og menn geta svona líka eitt kannski hluta af deginum þau eru ekkert að vera að flýta sér til byggða og þá er þetta mjög skemmtilegt. Þú hefur fylgst með þessu í mörg ár. Finnst þér að hafa orðið svolítið breyting á öllu umhverfinu hvað varðar veiðar? Já, ég held það nú. Ég held að sko fagmennska sé aukast í þessu og ég ætla að vona það allavega að menn svona gefi sér betri tíma í þetta heldur en menn gerir hérna áður fyrr og læri að njóta því að það er náttúrulega bara margir þessum leiðsögumönnum hafsjór af fróðleik og gaman að fara með það á fjöll og gefa sér tíma til að hlusta á veiðisögur og annað. Þannig að ég held að bragurinn í veiðunum sé góður í dag og vonandi verður þannig áfram.